Skíðamót Íslands í boði OTA. Og dagurinn bara allt annar. Komið í sæl og blessu og verið velkomin með okkur hérna upp í Hlíðarfjall enn og aftur. Það síðasti keppnisstaður 75. skíðamót Íslands runnin upp og í dag verður keppt í boðgöngu og samhliðasvíi. En fjórar á sjálfsögðu staðnum ætlar að fylgja svo vel eftir. Komið með okkur. Fjórar göngusveitir voru skráðar til leiks í kvennaflokki. 2 konur skipuðu hverja sveit og þurfti hver þeirra að ganga 2 hringi, annan með hefðbundinni aðferð og hinn með frjálsri aðferð. Hver hringur var 1,75 km og þetta konurnar að ganga samtals 3,5 km hvor. Sveit Ísafjarðar bar sigur á bítum en hana skipuðu Elína Dís Víðirsdóttir og Guðbjörg Rós Sigurðardóttir. Þær voru nokkuð langt á undan næstu sveit sem var blöndu sveit með þeim Örnu Kristbjörnsdóttir úr skíðafélag Ísafjarðar og Katrínu Árnadóttur úr Ull. Í 3. sæti var sveit Ólafsfjarðar með það Lísbet Hauksdóttir og Hugrún Pálu Birnisdóttir. Það var síðan Akureyrar sveitin með það Ragnheiður Runórsdóttir og Veróniku Lagún sem rak lestina. Stelpur 4. gangan á 4 dögum og þið kláruðu gull, er þið í besta forminu? Já, er það ekki? Er ekki sigurvegarnir alltaf í besta forminu? Hvernig var gangan í dag? Þetta var bara fínt. Það var flott færi og bara skemmtilegt að taka svona 2 hraða spretti. Bara mjög skemmtilegt. Þið virtust vera alveg með þetta, var ekki enginn sem veit ykkur en alvöru samkeppni? Við vorum eiginlega alveg með þetta bara. Og hvernig er skrokkurinn eftir svona 4 göngur á 4 dögum? Sko, mér fannst í morgun ég verið í svaka fínu formi, en svo þegar ég lagði af stað þá bara, nei, það er eiginlega búið sko. Þannig að á morgun verður bara hvíld, það er alveg pottitt. En hjá ungu stelpunni? Ég geti verið mammenar. Það er maður líka þreyttur. Þið farið ekkert takið eitthvað á morgun? Nei, ég held ekki. Það er ekkert á morgun. Til hamingju. Takk fyrir. Keppni í boðgöngu karla var með öðruvísi sniðin í kvennaflokknum en þar voru 5 sveitir skráðar til leiks. Í hverri sveit voru 3 keppendur og þurfti 2 fyrst úr hverju lið að ganga með hefðbundnu sniði en 3. göngugarpurinn gat gengið með frjálsri aðferð. Athygli vakti að Ólafsfirðingar náðu ekki sveit og var því enginn Sævar Birgisson á meðal keppenda.
Það var A-sveit Akureyringa með þá Brynjar Leó Kristinsson, Vadim Kúsef og Gísla Einar Árnason sem bar sigur á bítum nokkuð örugglega. Í öðru sæti var sveit Ísafjarðar með þá Einar Ólafsson, Maximilian Harald Fragg og Albert Jónsson og í þriðja sæti var B-sveit Akureyringa með Sindra Freyr Kristinsson, Andra Steinþórsson og Sigurgeir Svavarsson. Í fjórða sæti var sveit Ullar og í fimmta sæti C-sveit Akureyringa. Strákar, ég væri að ljúga ef ég gæti sagt að vera spennandi. Þetta var frekar auðvelt. Já, þetta var planið, þetta var stefnan og þetta gekk upp, þannig að þetta var bara mjög þægilegt. Þriðja jafnvel fjórða gangan hjá okkur, strákar, í jafnmörgum dögum, var þetta ekkert erfitt? Já, ég hefði þurft að eiga þessa göngu í gær, sko. Ég var betri í dag en í gær, þannig að þetta er bara svona dagsformið, sko. Þannig að þetta situr ekkert alltaf mikið í. Og þið allir búin að taka velun og nú var það gulli, þetta hlýtur nokkuð sætt. Já, það er mjög sætt. Hvað tekur við, strákar? Nú er bara, smá hvíld, en samt halda æfingar áfram. Það eru lengri göngur sem er eftir, meðal annars Fossavatnið. Þannig nú verður bara eftir fyrir það, stíft. Sama hjá ykkur tveimur? Já, Fossavatsgangan í Ísafirði er svona uppskeri hátíðgöngum hann svolítið, síðast, byrjun maí, þannig að það stefna allir þangað og það eru 50 km og erfið ganga, þannig að mann er ekki alveg hættir að það. Ekkert mál að taka 50 km? Jó, það er erfitt. Það er bara svo marathon. Já. Strákar, aftur til hamingju bara og gangu vel svo á Ísafirði. Já, takk. B-sveit Akureyringa, þið tóku bronsi í dag, sáttu með dagsverkið? Já, þetta var þokkalegt. Og rennslið í brautinu gott? Já, mjög fínt hjá mér. Og Sindri, þú búin að taka þátt í öllum göngunum í þessum mótinu, þetta getur að vera þreytur? Jú, frekar, þetta tekur á. En ungur skrokkur fljótur hérna sem væntanlega? Já. En maður hefði staðið að smjöru vettur svo að þetta yrði léttara. Þið voruð hörku keppni vísfyrringana, sé ekki. Þú tók síðasta sprettið, hvernig getur lýst þess aðeins fyrir okkur? Þú varst á undan fyrir hringinn og svo aðeins mistur hann seinni. Já, ég hef þetta haldið fyrir aftan mig, allavega fyrir hringir. Svo var ég nú nánast sprunginn þegar ég kom hérna út af flötunni og þegar hann rykti hérna fyrir norðan þá ætti ég ekkert svar. Náði svo aðeins að jafna mig hérna niður rennslið og koma aðeins aftur. En ég var alveg sprunginn hérna eftir flatan hérna í fyrirhringnum. Og Sindri, hvað tekur svona framöndan hér? Þú ert að æfa fullið það ekki? Jú, já, maður bara stefnir á því að vera öflugur á næstu vetri, heldur en núna. Þannig að það er bara markmiðið. Og stefnir þú ekki vantilega að vera betri en bróðinn? Það er margt að gerast til þess, sko, en við erum svona svipaðir miðað við aldurs núna. Ég er svona svipagóður og hann var þegar hann var 20. Þannig að, já, það er alltaf keppni, sko. Strákar, takk fyrir og til hamingju. Já, takk. Silfursveit Ísfirðinga, til hamingju, til að vera ánægð með gott dagsverk. Takk fyrir. Já, þetta er svona, við erum ánægð, við erum nærið því sigurvegarar. Okkur finnst líðið þannig. Albert, þú tók síðasta sprettin og þið voru aðeins á eftir, en þú kláraðir þetta með mikilli sæmd. Já, þetta var fínasti spretti, eða rykkur enn í lokinu. Þannig var það bara að hanga og sjá hvað gerðist. Og Max, þú skíðir þetta mjög vel og hélst ykkar stöðu. Ertu ánægð með hringinn í dag? Jú, það var alveg markmið að halda í andra, hann er mjög sterkur og ekki klúðra þessu fyrir Ísfirðingana. Þannig að þið eru hæst ánægð með silfrið? Mjög ánægð, jú. Við vorum með þriðasæti fyrir þannig að við vorum eitt sæti ofar núna í ár. Og það er smá aldursmunur á tveimur guttunum hérna við hliðina á þér og þér. Hvað, ertu ekki bara svona, þú gett með reynslunni í hópnum, má segja það? Já, ég gæti þess vegna verið af þeirra, sko. Það munar einhverjum rúmum 30 árum, held ég að milli okkar. En þetta er bara gaman, ef maður heldur svo ungum og frískum, þá getur maður kannski verið með þeim aðeins lengur. Haldi í ungustrákana? Já. Það er bara gaman því. Við strákar, við óskum ykkur til hamingju og bara segjum góða ferð heim. Takk fyrir. Þá er skemmtilegri keppni í boðgöngunni lokið og við erum mættur upp í Street þar sem við ætlum að fylgjast með samhliðasvíðinu. Þá er komið að keppni í samhliðasvíi karla. Keppnir fyrirkomulagið þannig að í 16 liða úrslitum þá skíða keppendur hlið við hlið niður brautina og sá sem er á undan í mark vinnur. Þegar komið er í 8 liða úrslitin fara keppendur 2 ferðir og er það samanlagður tími sem gildir. Ef að keppandi dettur og næri ekki að klára, þá er hann ógildur og þarf þá ekki að fara seinni ferðina.
Í áttalega úrslitunum mættust þeir Einar Kristinn Kristgeirsson og Arnór Dagur Dagbjartsson og var það Einar sem bar sigur úr bítum. Magnús Finnsson tapaði naumlega móti Brynjar Jökli Guðmundsinni og Arnar Geir Ísaksson sigraði Sigurgeir Halldórsson. Sturla Snær sigraði síðan Sigurð Hauksson og voru það því Sturla, Arnar, Brynjar og Einar sem fóru í undanúrslitin. Já, við erum komin í undanúrslitunum í samhliðasvíinu. Í rauðu brautinni er Einar Kristinn Kristgeirsson sem hefur búinn að taka 2 gullverðlaun helgina og Brynjar Jökull Guðmundsson í þeirri bláu. Báðir ólympíufarar. Þetta er rosa spennandi, þeir eru nánast jafnir en Einar er á mun betri tíma, kemur hérna í mark á mun betri tíma og nú eiga þeir eftir seinni ferðina. Og Brynjar á mikið til að vinna upp þar. Einar Kristinn eins og við sáum á hann hefur töluvert forskot eða hálfa sekúndu á Brynjar og það er því til mikils að vinna fyrir Brynjar sem þarf að vinna upp þessar hálfu sekúndu. Hér leggja þeir á stað. Þeir renna sér út í starti, það er Einar Kristinn Kristgeirsson í bláu brautinni mér sýnist Brynjar vera aðeins á undan, það er erfitt að skilja milli þarna strax. Brynjar fyrir undan niður stökkpallinn og nú kemur lokakaflinn. Einar er með 50. Já, Einar er að skila sér, Brynjar er á undan í mark en það er sennilega ekki nóg. Það er öllu líkindum ekki nóg, þeir voru mjög jafnir, Brynjar var á undan í markið en Einar hefur sennilega tekið þetta á samanlögum tíma. Í brautinni núna eru þeir Sturla Snær Snorrason og Arnar Geir Ísaksson. Unglingalandsmennir Sturla og Arnar eru lagðir á stað. Sturla er í rauðu brautinni, hann er búinn að skíða gríðarlega vel á mótinu. Arnar er í bláu brautinni og þeir koma hérna niður á stökkpallinn, við sjáum það á stökkvaðins hér. Hanna, Sturla er töluvert á undan. Nei, Arnar er búinn að vinna á. Hvað gerist? Þeir eru nánast hnífjafnir, koma hér í mark og jú, Sturla er aðeins á undan. Munna litlu á þeim. 300 sekúndu og það er greinilega bláa brautin virðist vera sægari. Þá eru unglingalandsmennir okkar Sturla Snær og Arnar Geir lagðir á stað. Sturla vann með 0,3 sekúndum fyrir ferðina og Sturla er í bláu brautinni, Arnar er í rauðu brautinni. Þeir eru, nei, Sturla dettur og þá er það Arnar sem klárar og fer í úrslitin. Mjög svekkjandi fyrir Sturlu sem hafði skíðað mjög vel og hann mun því keppa þriðja sætið við Brynjar Jökull á meðan Arnar Geir keppi til úrslita við Einar Kristinn. Þá er komið að þriðja sætinu hjá körlunum í rauðu brautinni Brynjar Jökull, ólympíufari og í bláu brautinni Sturla Snær sem náði hér góðum árangri í gær í svíinu. Brynjar er á undan, Sturla datt á hann hann keyrir aftur út á brautinu hann Sturla. Já, þar sem að Sturla Snær skíðaði út úr brautinu og gerði ógilt þarf ekki að fara síðar í ferðina og er það því Brynjar Jökull Guðmundsson sem nær bronsinu í samhliðafríi karla. Þá er úrslitað einvið að hefjast hjá körlunum. Einar Kristinn Kristgeirsson fer í rauðu brautinni og Arnar Geir Ísaksson, unglingalandsmaður, fer í bláu brautinni. Þeir eru báðir Akureyringar og mun því berjast þennan titil fyrir hönd skíðafélags Akureyrar. Ólympíufarinn Einar Kristinn hefur skíðað gríðarlega vel þessum afera mótinu og hann talinn sigurstranglegur. Einar datt í startinu. Það er því Arnar sem það bara að skila sér niður. Já, þetta eru fréttir. Þetta er Arnar Geir. Arnar Geir skíðar þið bara hægt og rólega niður og klárar sína ferð með glæsi brag. Einar Kristinn, tvöfaldur Íslandsmeistari hingað til datt í startinu. Já, Arnar Geir Ísaksson er því Íslandsmeistari í samhliða svíi. Einar, það var silfrið í dag, dast í startinu, hvað klikkaði? Ég var aðeins á fljótur, ætlaði að fara aðeins á fljót út úr startinu og fór í pinnan og þá stoppaði pinnin og þá fór ég bara fram fyrir mig. Þið voru þetta 2 Akureyringar í úrslita einvíginu, það hlýtur að vera svolítið skemmtilegt að vera að skíða fyrir saman félagi í úrslitunum. Það er alltaf gaman þegar félagsmenn mæta saman í úrslitum. Einar, við horfum tilbaka fyrir helgina, ertu ánægð með eigin árangur? Já, ég var ánægð með stórsíð og síið og hefði verið að gera aðeins betur í startinu núna en það gerist stundum bara. Þetta er svona kannski súrsætt, það er gull á öllum vígstöðunum í dag og það var silfrið. Það er ekkert að vera bestur í öllu. Einar, til hamingju og gangi vel áfram. Já, takk. Arnar Geir, til hamingju með sigurinn. Hvernig ertu svona stutt eftir úrslitaferðina? Takk fyrir, ég er ennþá hérna með. Alltaf gaman að vinna titil. Komstu sjálfur á óvart? Já, í rauninni, ég átti ekki von á þessu. Fyrsti Íslandsmeistaratitilinn, þannig að það er bara gaman að því. Og þú vorst að keppa með ólympíufaranum í úrslitaferðinni, það hlýtur að vera pínu stress, eða ekki? Jú, og hann er líka búinn að taka núna tvöfaldan Íslandsmeistaratitil síðast á sviði, þannig að það gera það bara ennþá betra. Ef við horfum yfir helgina, ertu ánægður með þinn einn árangur? Já, ég myndi segja það. Ég náði ágæti úrslitum í stórsviðinu, klikkaði svo aðeins í svíinu reyndar í gær, en svo fínt að trompa þetta á svona sigri, sko.
Og landsmótið á heimavelli, það er alltaf gott. Já, það er sætt. Hvað er eftir hjá þér? Hvað er framöndan? Það er núna bara, við förum suður og tökum mót 3. miðvikudag. Það er keppni um bikarmeistaratitilinn ennþá í gangi, þannig að það er allt ennþá í húfi. Bara leggja allt í þetta. Sama keppnisfyrirkomulag hér á stelpunum og strákonum í 16 úrslitum en ein ferð gildir. Í 8 úrslitum og þar áfram eru 2 ferðir og samanlagður tími gildir. Keppnin var gríðarlega hörð og spennandi og hér má sjá myndir frá 16 og 8 úrslitum með stelpunum. Nú að skipta yfir í beina lýsingu af undanúrslitum kvenna. Nú er komið að undanúrslitum hjá stelpunum. Í rauðu brautinni er Helga María Viljársdóttir landsliðskona og ólympíufari og hinum megin í bláu brautinni er Erla Ásgeirsdóttir einnig landsliðskona og ólympíufari. Það verður því hart barist hjá þeim hérna. Niður samhliðasviðsbrautina, þær eru lagðar af stað. Eins og ég sagði, það er Helga í rauðu brautinni. Hún er búin að skíða mjög vel á mótinu. Erla hefur átt aðeins erfur eftir á þar. Helga er á undan, við sjáum það. Og hvað gerist? Þetta er spennandi og það kom hún í mark og jú, Helga er á undan, muna litlu þó. Og hún hefur því töluvert forskot fyrir seinni ferðina. Og þær eru lagðar af stað. Erla Ásgeirsdóttir í rauðu brautinni, Helga María í bláu brautinni, ég er hægra megin. Helga virðist vera aðeins á undan, já hún kemur hérna undan í portinn og hún kemur hér virkilega og siglir þetta örugglega í markið hérna og Helga María er komin í úrslitinn. Og Erla sem heldur hendina á sér, greinilega vill segja eitthvað, fer í 3. sæti. Nú eru það lagðar af stað Thelma Rut Jóhannsdóttir frá Ísafirði og Freydís Halla sem tók svíð í gær. Hún er í bláu brautinni og þær koma hérna stökkpallinn. Freydís er töluvert á undan sjáum við. Það eru mjög jafnar, það eru mjög jafnar. Thelma sækir á, nú koma þær í markið og jú, það er Thelma sem tekur þetta, rauður tekur þetta en það munar örlitlu. Þetta verður mjög spennandi í seinni ferðinni. Þá er það seinni undanúrslitaviðureignin hjá stelpunum. Það er Freydís Halla sem verður í rauðu brautinni og Thelma Jóhannsdóttir í bláu brautinni. Thelma á 12/100 sekundu því þetta er gríðarlega spennandi. Þær eru lagðar á stað. Freydís Halla í rauðu og Freydís er að skíða þetta mjög vel. Hún er í toppformi hérna á mótinu hingað til. Kemur á undan niður pallinn. Freydís, oi. Og nú dettur Thelma því miður og það er því Freydís sem að fer í úrslita einvígið gegn Helgu og Thelma keppir við hana Erlu í 3. sætinu. Þá er stelpurnar að gera sér klárar í 3. sætinu. Í bláu brautinni er Thelma Rut Jóhannsdóttir frá Ísafirði og Erla Ásgeirsdóttir ólympíufari í rauðu brautinni. Þær leggja hér á stað og jú, Erla er töluvert á undan, við sjáum það. Og hér koma þið niður af pallinum. Erla er á undan ennþá, Thelma reynir að sækja á hana, er að ná henni. Hvað gerist þetta á lokakaflanum? Það var hún Erla sem hafði í fyrri ferðinum 3. sætið og hefur hún því töluvert forskot á hana Thelmu þegar það fær í seinni ferðina eftir. Þá eru stelpurnar að leggja af stað í seinni ferðinum 3. sætið. Erla Ásgeirsdóttir hefur 14/100 sekundu á hana Thelmu og hér koma þær niður, lagðar af stað. Bláa brautin er á undan, hann við sýnist. Þær eru lagðar af stað og þær koma hérna fram af Já, Erla er í rauðu brautinni, er á undan núna. Það er Thelma Rut. Erla er í bláu. Já, það er Thelma sem er í rauðu og Thelma kemur í mark á undan og nú er bara spurning með samanlagðan tíma. Ég sýnist Thelma alltaf að hafa þetta. Og það er Thelma Rut Já, sem vinnur Thelma Rut frá Ísafirði vinnur einvígið og nær því 3. sætinu á stelpunum.
Já, stelpurnar eru lagðar af stað í úrslitaði við Helga María og Freydís Halla. Helga í rauðubrautinni og Freydís Halla í bláu. Þær eru búin að vinna sikkvort gullið helgina og þær eru rosalega jafnar. Já, þær eru komað niður síðustu 2 portin, maður sjá. Og það Helga á undan, hún skila sér í mark á undan og hefur því nokkura hundruðust úr sekundu fyrir seinni ferðina. 28 sekundubrót sem munar að þeim fyrir seinni ferðina. Stelpurnar eru lagðar af stað hérna í seinni ferðin í úrslitunum. Helga María í bláu, hún á nokkra sekundubrót á Freydísi. Sjáum þetta, þær koma, Helga á undan og það eiginlega bara jafnar. Freydís fær sigurinn hér en það nú sennilega ekki nóg. Látum okkur sjá hvað segir dómarinn. Rauður vann þessa ferð, það Freydís Halla. En blá vann einvígið. Helga María Íslandsmeistari í samhliðasvígi eftir harða keppni með Freydísi Höllu. Freydís, þetta svona skín og skúrir af silfur í dag, ertu ánægð? Já, ég get alveg sagt það. Það var jafnt hjá okkur í úrslitunum. Hún vann fyrir ferðina og ég vann seinni ferðina. Bara mismikill munur og það var það sem skipti máli í dag. Hvernig var að skíða, var einhver munur á brautunum? Það virtist eins og rauðabrautin var aðeins hraðari? Já, ég held það. Rauða hafi verið aðeins hraðari. Það var allavega langhæsta vinningshlutfalli í rauðabrautinni. En það er náttúrulega bara erfitt að leggja 2 brautir sem nákvæmlega eins. Brautin hallar svolítið og brekkan ekkert jöfn. En þetta var bara fínt. Og ef við tökum bara allt mótið í heilsinni, svið og stórsvið og tvíkeppnina, þú lítur að vera ánægð. Já, ég alveg sátt með þetta. Það hefði verið skemmtilegt að vinna í dag líka, en jú, ég er bara sátt. Helga, til hamingju með sigurinn og þú lítur að vera ánægð. Já, ég er mjög ánægð. Þetta var sennilega svo mest spennandi sem ég hef séð. Hvernig var að skíða þetta? Það er bara alltaf stressandi að hafa okkur hliðin á sér og maður bara svona einbeitingin, það þarf aðeins meira einbeitingu. Og það má ekki við minnstu mistökum þegar munar svona 1400 í restina sem munaði okkur báðum? Já, þessi keppni gengur alveg út á það að gera ekki mistök. Er þetta skemmtilega heldur en að vera bara einn í brautinni? Þetta er svona öðruvísi skemmtilegt, þú veist, ef maður verður alltaf að æfa þetta þá myndi þetta ekki verið skemmtilegt. Og þú tekur 2 gullpeninga með helgina í stórsvíginu og síðan í samhliðasvíginu. Ertu ekki ánægð? Jú, bara heilt yfir það er bara mjög ánægð. Og ef þú heldur áfram að samkaði gullpeningunum þar, hefur þú pláss til að gefa þetta allt saman? Ég þarf bara að kaupa nýjan glerskap. Við segjum bara gangið vel og takk hérlega fyrir skemmtunum helgina. Takk. Já, þá 7005. skíðalandsmóti Íslands lokið hér í Hlíðarfjalli og við fengum nánast bongóblíðu alla dagana. Keppnin var frábær, aðstæður til skíðiðkona frábærar og við á N4 getum ekki annað að vera ánægð með okkur. Við þökkum samfylgdina, þetta er Sigurður Sigurðsson úr Hlíðarfjalli. Skíðamót Íslands í boði OTA. Og dagurinn er bara allt annar.